þó ekki samfellt. Mikið af þessari vinnu fór fram fyrstu 3 árin og við höfum verið í miklu samstarfi við bæði Óla og Umhverfisstofnun vegna sem við höfum verið að samkeyra gögn Náttúrufræðistofnunar og Umhverfisstofnunar. Það er að segja vöktunargögnin fyrir rjúpuna og annars vegar, og svo er það veiðigögnin sem að Umhverfisstofnun hefur að geyma. Það er að segja framlag veiðimanna til þessara gagna. Ég vil taka bara skýrt fram svona í byrjun því að það er stór munur á því að hafa gögn og upplýsingar. Gögnin eru öll komið frá Náttúrufræðistofnun og Umhverfisstofnun, en allar upplýsingar sem við vinnum úr þessu gögnum, það er að segja þegar við búin að fara í gegnum gagnavinnsluna, þá verður út afurð sem heitir upplýsingar sem við vinnum áfram með. Ég ætla ekki að fjalla mikið gögnin. Og ekki til að gera sama hlutin, heldur til að kanna tilgátur sem að hafa heima þessa víkla. Það sem að Skotis hefur núna gert, alveg svo fræðimennirnir, er að máta gögnin og það eru upplýsingar sem við búið til úr þessum gögnum við þann heim sem við þekkjum best, það er að segja á veiðistofu. Þannig að það sem ég ætla að reyna að gera hér er að segja smá sögu afdrif rjúpunnar og hvernig þetta lítur við okkur veiðimenn. Ég byrjaði að veiða eiginlega sama ár og þessi gagnasöfnun hófst. Ég var á hletti í bílskúrnum, lagði til í bílskúrnum hjá mér daginn og fann dagbók, það sem ég hélt veiðidagbók, og það er á fyrstu síðunni 30. október og hóstaður veiði, og þannig ég tengi alveg ágætlega við upphaf vöktunarinnar, en þó að samkvæmt vöktun hafi byrjað þarna 1981, þá er til þess að gögnum fyrir þann tíma, en þau eru ekki samfellt, en það er engu að síður að sjá eitt og annað til þess að fá upplýsingar sem spanna lengra tímabil. Sjálfur er ég verkfræðingur og starfa fyrir alþjóðlegt yfirfyrirtæki sem þetta sé ekki 55.000 manns, þetta er ansi stórt fyrirtæki, en mitt hlutverk í þessu fyrirtæki er að hanna ferla sem að safna gögnum, vinna úr gögnum og miðla upplýsingum til stjórnenda sem þurfa að taka ákvarðanir. Þannig að það er ákveðlega mikilvægt í þessu ferli öllu að það sem ákvarðanataka í dag er mjög gagnadrifin, að þessi dreifir skýr mynd fyrir þá sem þurfa á endanum að taka ákvarðanir, og í okkar tilfelli þá erum við kannski ekki bara að taka ákvarðanir veiðistjórnun, heldur það er ýmsir hlutir á þessu, en það sem það er kannski fókusin í þessu erindi sem á mér í dag er hvernig við gögnin geta nýst til ákvarðanatöku við veiðistjórnun. Þannig að það var í kringum 2010-2011 sem að ég var svona búinn að fá, mér fannst umræðan vera svolítið í hjólförum, en hins vegar fannst mér gögnin geta hafa miklu meira upplýsingagildi til þess að geta tekið stutt miklu heilbrigðari umræðu afdrif rjúpnastofnsins, og við verðum kannski sjá hérna eftir þá hvað mynd hefur komið út úr þessari vinnu sem ég held að sé sér ákveðlega áhugaverð. Ég held að sé mikilvægt að gera sér grein fyrir því að við erum ekki safnað þessu gögnum bara til að safna þeim, það er ákveðin tilgangur við þeim, og kannski samnefnarinn er að þetta er ekki bara upplýsingagildi, þetta er líka að taka ákvarðanir þennan stofn, þættir sem tengjast honum, og þetta er kannski megin spurningin í upphafi, að það er mikilvægt að gera sér grein fyrir af hverju við erum að safna þessu gögnum. Og í huga veiðimanna snýr þetta ákvarðanatöku fyrirkomulag veiða, og eftir síst þess að veiðimenn hafa svolítið verið týndir í þessari umræðu, veiðimenn hafa kannski fyrst og fremst komið fram sem þeir aðilar sem vilja bara fullt af dögum, en það þarf líka, þar kemur skotveiðifélagi svolítið sterkt inn í að það líka hlutverk skotvís að upplýsa hver raunveruleg staða stofnsins er, og það verður að viðurkennt að veiðimenn hafa svolítið týnst í þessari umræðu,
en við vonum svona með því að draga upp skýrari mynd af ástandi þessa stofns og hver áhrif veiðanna eru, að þá getum við fengið svolítið betri skilning, saman skilning á þessu saman. Ég set þetta upp hérna sem að þetta er módel sem við notum þar sem ég starfa, að það er mikilvægt að skilja að upplýsingar eða gögn ekki sama upplýsingar. Upplýsingar ekki sama þekking og þekking ekki sama skilningur. Það er eitthvað sem er að gera þarna á milli þessara mismunandi fasa sem gera það verkum að við náum þessu ástandi sem er þarna á toppnum, að það sé skilningur, almennur skilningur á því hvað sé að gerast með rjúpnastofninn. Ég ætla ekki að fjalla frá mikið gögnin, við ætlum að vinna aðeins með upplýsingarnar í þessu erindi og upplýsingar, tökum bara að lifa innan sem dæmi, að upplýsingar, það er mjög algengt vandamál á mínu vinnustað að menn hafa búið til upplýsingar en við treyst ekki öllum fyrir að fjalla það. Þannig að blokkera aðgang að upplýsingum vegna þess að hættan er svo að það verið miðstúlka og menn fari dýrar aðgerðir á þess að það skilir henni. Þannig að það er mjög mikilvægt að það eru upplýsingar sem eru búna til, séu lagðar í hendurna á þeim sem hafa verið þekkingun til þess að skilja undirlagið og afleiðingar af því sem menn sjá það. Þannig að þetta þekkingin er mjög sértæk, en hins vegar fyrir ákvörðunartökum þá þurfum við miklu víðtækari þekkingu, miklu almennari skilning. Og þetta ferli sem þarf að hafa í huga þegar við erum að vinna með gögn, á endanum þurfum við að komast í ástand þar sem við teljum okkur hafa nægilega yfirsýn til að geta tekið þær ákvarðanir sem þarf að taka. Talandi um upplýsingar, ég ætla ekki að fjalla gögnin, hvernig við erum safnað, það eru mörg erindi það, hvernig það er framkvæmt, sjálfur tekið þátt í talningum síðan 2010 í Fitjárdal, þannig ég tek þátt sjálfur í öflun þessara gagna og ég ætla að sýna ykkur nokkra glærur og svona framsetningu á upplýsingum sem að birtast, en ég vil bara taka það fram að það er mjög auðvelt fyrir þetta birt með þessum hætti að eins og þá segja á ensku að íslensku frekar stökkva ályktanir, álit og fljótt án þess að raunverulega skilja hvað er í gangi undir niður. Og í erindunum hérna, næstu glærum erum við kannski meira að fjalla hvað er að gerast undir þessu yfirborði sem heitir stofnstærðar eða varpstofninn annars vegar og hauststofninn hins vegar. Og við sjáum þessi ferlar bara mjög keimlíkir. Það eina sem að breytir þessu í rauninni hvernig nýliðurinn fyrir fram yfir sumarið, og við sjáum til dæmis hérna á þessu ferli hérna frá 85 til 90 að varpstofninn er mjög fín skíðabrekka þarna, en síðan fáum við svona bólur hérna og þetta er þá vegna góðra nýliðunar. Við viljum hægt að segja meira þetta annað en að stóra innspýtingin inn í umræðinni hefur náttúrulega verið það svo að hámörkin hafa lækkað 40% síðan 86 og við sjáum að þetta hefur ekki náð sér á strik. Þess vegna var náttúrulega einstaklega nánægilegt á síðustu vertíð að fá þessi góðu tíðindi mjög lág vetraraföll rjúpunnar og sem skila okkur í einhverjum toppi, þó að mér persónulega veiðist og það finnst að vera bara svipa ára í fyrra. Og ég held að veiðmenn séu bara almennt saman það að síðasta veiðitímabil þó línurittin sína hágildi með ára undan að þetta hafi bara verið mjög svipa ára í fyrra. Þessi stofnstærðarútreikningar eru byggja rjúpnulíkanur sem að Hjartar Magnússon heitinn er höfundur af, og eftir að við unnum þetta líkan, eftir að við unnum þessu gögn, þá er ég bara nokkuð ánægður með útkomuna. Mér finnst, og bæði vera þáttakandi í talningunum og úrvinnslu gagnanna, að það finnst mér þetta að vera ágætt gagnasafn og með hellings upplýsingagildi sem við þurfum að finna leið til þess að finna, við þurfum að kreista upplýsingagildi úr þessum gögnum. Þetta er stóra málið, þetta er umræðan vetraraföllin og við sjáum þarna efra línuritinu
þetta ungfuglinn og neðra línutinn er eldri fuglinn. Og það til einföldunar, og ég ætla að færa rökstuðning fyrir því, þá ætlum við að eingöngu að fjalla ungfuglinn. Þetta er 80% stofnsins, þetta er sá hluti stofnsins sem verður fyrir mestum afföllum og fókus svolítið hann á þess að vera að blanda fullorðna fuglinn inni. Allt sem verður sýnt í öllum línuritunum sem við erum að sjá og eftir öllum myndritunum munum við allt sem snýr að fullorðna fuglum er eingöngu bæta það ástand sem þið sjáu það á þeim línuritum. Það sem er forvitnilegt hérna í þessu er að með fullorðna fuglinn að það hefur gerst mikið síðan ár 2000, þarna eru ógnvænlegar sveiflur og ég held að við ekki fundið neina skýringar á því í dag af hverju þetta er svona. Til dæmis árið 2000, ég held að þetta verið árið sem að radíórjúkurnar í Hrísey voru mestar í Eyjafirðinum og það drapst allt. Þannig að það var gríðarlega afföll í það árið. Ég veit ekki, er svona sleysir á þessu eða? Ég bendi. Ekkert svo leys. Já, ár 2000 þá voru afföll fullorðna fuglsins þau sömu og þeir ungfuglinn og það var einstaklega óheppilegt að radíómestu rjúpurnar sem áttu að skila spennandi niðurstöðum að þetta var hálfpartinn ómarktækt fyrir vikið. Þannig að það væri gaman að endurtaka þá tilraun. En allar þessar sveiflur hér, þær fyrir 20% af stofninum, hafa verið ekkert með afdrif ungfuglsins að gera. Við hefum upplýsingar veiðitímabil og við sjáum hérna hvernig fjöldi daga hefur breyst. Það var nú svo tíðin að það máttu veiða allt árið og í praxís þá var það veitt ákveðin tíma árs og seinni veiðitímabil hérna þegar komið rétt eftir aldamót þá fer þetta kannski meira að endurspegla veiðitímabil fyrir að endurspegla raunverulegan veiðitíma sem að það sem var skynsamlegt að stunda þessar veiðar. Og eins og við vitum kannski flestin einu að þetta verslun með rjúpur stýrir svolítið veiðitímanum og síðan hefur þetta tekið þessar þróun. Hér fór þetta niður í, mér minnir að desember var sporinn af og síðan hefur þetta fækkað hérna úr minnir í 9, svo fór þetta í 12 og svo var þetta í 15 dögum hérna í fyrra. Og margir tala þessa dagumræðu svolítið með sko það góða sem ég sé við að fækkun daga sem veiðumaður að ef við lítum á þessu tilraun þá er líka að taka mark á niðurstöðunum og ég held að það hafi verið svolítið það sem hefur gerst þegar við höfum verið að fjölga dögunum úr 9 í 12 og svo núna í 15 og í nútíma veiðistjórnun þá er allt í lagi að leika sig aðeins með þessar breytur og sjá hvað gerist og það er í rauninni bara inntak nú það sem menn kalla adaptive management sem er í rauninni alls og aðferðafræði sem að menn nota við veiðistjórnun í þess hvar. Hérna sjáum við svo tímabilin, sko fjöldi dag er eitt en hvenær veiðarnar stundar er annað og við sjáum hérna hvernig veiðitímabil hefur breyst frá áratug til áratugar. Það sem er rautt, það var á þeim tíma sem við byrjum að hafa svo ósa slítið sundu veiðitíma. Það er ákveðnum dagar, það er bannað að veiða ákveðna í miðri viku til dæmis. Og þetta eru þessar breytingar hér hafa haft talsvert áhrif á heildarveiðiáhrifin og við förum aðeins gegnum það seinna. Þannig að dæla okkur aðeins svona bara, við höfum ekki vinna mikið meira með þetta í fyrirlestrinum. En hérna er áhugavert graf. Það eru 600-700 veiðimenn sem að koma inn í kerfið á hverju ári en á hverju ári er álíka mikið stórt magn sem að dettur út. Þannig að fjöldi veiðikortahafa hefur bara verið á síðastliðin 20 eða frá upphafi veiðikortakerfisins 1995 hefur bara verið það sama. Það er að tala 11-12.000 veiðikortahafa. Stór hluti þessara veiðikortahafa sækir til öryggis en eru ekki að skila inn tölum og Umhverfisstofnun vill meina það að það er ekki vegna þess að þeir
hafi ekki veitt, eða sem það er ekki vegna þess að þeir vil ekki skrá tölurnar, það er bara þeir fóru einfaldlega ekki til veiða. Þannig að það eru 7500 virkir veiðimenn í kerfinu og hefur verið síðastliðin 20 eða frá veiðikortakerfið að tekið í gagnið. Og þeir sem veiða rjúpu hefur líka verið kringum 45.000, en við sjáum hérna tilhneigingu til þess að það eru færri og færri veiðimenn að stunda veiðar, rjúpnaveiðar. Þegar gott vel árar þá skýst þetta aðeins upp, en að jafnaði sjáum við þetta eftir að leiðin niður. Síðan er það veiðin sjálf. Þetta eru reyndar sko, þessar tölur sem eru hér eru byggðar á kílóum, bara 40 kíló að deilt með 2, 500 gram hver rjúpa, þannig eru þessar tölur fengnar, því að þannig birtist þetta í útflutningsskýrslum. Síðan er langt tímabil þar sem við eigum engar upplýsingar, við eigum frá einstaklingum eins og Sigurfinni á Sauðárkróki, sem eru áhugaverðar tölur, sem sýna í rauninni hvað var að gerast með stofninn, en sjóvægt að fullyrða, og síðan sjáum við hérna hvernig þetta hefur breyst frá því við tókum veiðikortakerfið í gagnið, að við vorum þegar best lét í 150.000 fuglum meðan veiðikortakerfinu stóð. Við erum með 250.000 fugla hérna á 1924-27, og svo hefur við verið svona kringu 50.000 fugla frá því að þessar breytingar áttu sér stað með að fyrirkomulag veiðunum, að slíta þetta í sundur, seinka veiðitímabili og sölubannir sem eru kannski helstu ástæðurnar að menn telja. En ég ætla að segja ykkur sögu ungfugl sem einu sinni var 80% af hauststofninum en er núna komin í 77%. Þessi 30% stiga munur hljómar ekki mikið, en þetta hefur raunin allt það að segja hvernig þessi stofn hagar sér, og restin af fyrirlestrum snýr að greina þetta aðeins. Að þetta þó við tölum mjög ískyggilega há hlutföll, þá er þetta mjög næmt kerfi fyrir breytingur í nýliðum og í aðföllum. Og núna byrja að klæra sem að þið hafa kannski séð mikið áður, en ég ætla að fjalla aðeins að við sjáum hérna í vöktunargögnunum, þá erum við að safna þessum upplýsingum hér, og í júlí-ágúst, þetta er kannski við höfum tilhneigingu að tala rjúpnaðar við byrja í apríl, en við horfum til sjónarhóli ungfugls, að þá byrjar þetta á hrækinu, frjósemin, þetta er bara 12 hérna, ég sé 12 eitthvað, það skiptir ekki máli fyrir umræðina, en það verði einhver ákveðin afföll úr þessu niður í þessa tölu hér, og þetta er eitthvað sem við mælt í júlí-ágúst. Þetta er talning og þetta er útkoman. Ungahlutföll eru í rauninni grunnparametrin í rjúpnalíkaninu. Með ungahlutföllum þá náum við að reikna stofnstærðina og mismunum milli ára og afföll og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara í það, en það sem ég nákvæmlega að tala þessum er að ungahlutföll á mismunandi tímum segja okkur ansi mikið hvað er að gerast í stofninum. Og í dag erum við að safna gögnum síðsumars í júlí-ágúst, það er þessar tölur hér, sem er endurspeglað svo í grafinu fyrir neðan í þessari grænu línu hérna, sem er þess að ungahlutfalli í upphafi hausts, eða í lok sumars. Síðan er annars punktur sem er tekinn í afla veiðimanna og þeim sem að ekki hvað er verið að skilja mikið af sínum, en þetta er alltaf ansi stórt safn, og sú tala birtist hér. Þannig að þegar við komum fram í veiðitíman í nóvember, síðan október fram í nóvember, þá eru ungahlutfalli það sama. Og þetta segir okkur það að, og mér finnst alltaf gaman í þessu samhengi að tala ég er sjálfur alveg upp við þá sögu að það er svo gríðarlega afföll á ungfugli í ágúst-september. Þessar tölur styðja það ekki. Þessar tölur styðja ekki þá tilgátu, og því að það eina sem getur útskýrt gríðarlega afföll í ágúst-september væri ef að báðir aldurshópar myndu hríðfalla á þessum tímabili, og þá myndu þeir falla í eins miklu mæli. Það er að segja hlutfallslega sama. Þannig að
þetta segir okkur það að þessi gríðarlegu afföll hjá fiskstofnsfuglum eiga sér ekki stað á tímabilinu síðsumars fram yfir veiðitíma, en þegar komið er fram í apríl þá sjáum við þessa gríðarlega breytingu. Þannig að hugmyndafræðin að veiðast mikið af rjúpum áður en þeir hríðfallakostið ef ætlum að elta það, sko, þá það er ekki ástæða til þess að flýta tímabilinu til þess að ná þessari verða undan þessari affallabíl. Þannig að þetta er eitthvað sem er að gerast á tímabilinu nóvember fram í apríl, þá myndi næsta mæling í gegn. Og þetta fyrir mér var mikil uppgötvun, það getur alveg að ég hafst ekki máli að vita af þessu, en það er mikilvægt að fyrir veiðimannasamfélagið að gera sér grein fyrir þessu eðli stofnsins. Þannig að, en vondu fréttirnar eru þær að þó við sjáum kannski ekki mikla breytingu hérna, þá er þetta meðaltalið frá 2005, þetta safn hér, borið saman við meðaltalið yfir þetta safn, þá hefur nýliðun lækkað 20%. Þess að framlagið í stofninn er 20% minna. Og það skilar sér í þessum breytta, já, við förum að sé við það eftir. En sjáum við eitthvað meira þessar glæður sem það er að ræða. Nei, þetta er allt komið. Þannig að ef að unga hlutfall eða framleiðslan yfir sumarið, þegar hún lækkar, þá er það sem gerist, hún lækkar þröskuldin sem við miðum við. Hún stýrir því í rauninni hvenær sveifla verður uppsveifla og hvenær verður niðursveifla. Þannig þetta er þröskuldskildið. Þannig að ef við erum undir þessu þröskuldskildi, þá erum við í uppsveiflu. Ef að afföllin fara yfir þetta þröskuldskildi, þá erum við komin í niðursveiflu. En málið er að þessi þröskuldur er á stöðugri hreyfingu og það sem verra er, hann hefur lækkað. Þannig að það þarf, þó við kannski rembumst við það að lækka vetrarafföllin, ef að þröskuldur lækkar um leið, þá hefur það áhrif á uppsveiflu og niðursveiflu. Þetta er einstaklega nefnt kerfi. Og ef við tökum hvert ár fyrir sig hérna, að byrjum á þessu grafi hér, að ef að ungaframleiðslan er 8 ungar, þá erum við þá verða umpólunarmörkin með 85%. Ef við förum niður í 6,6 fugla, þá erum við í 84%. Þannig að hérna er bil upp á 4% gildi sem er minnkun svigrúmið til að stækka stofninn. Og ef við skoðum þetta hérna frá ári, að þá má við sjá hérna, þetta er reiknað þá út fyrir hvert og eitt ár, og ef að affallapunktinn fyrir það sama vetur er undir, þá erum við með svigrúm til uppsveiflu, eða fyrir ofan, þá erum við farin í niðursveiflu. Og það sem kannski margir átta sig ekki á er að þessi breyting, hvort við erum undir umpólunarmörkunum eða yfir, það er ekkert sem gerist hægt og rólega. Það verður stökkbreyting. Ákveðin eitt árið þá bara stýrt algjörlega við, og gamla módelið var þannig að þetta er 5 ár þarna undir og 5 ár þarna yfir. Og ef við notum þessi umpólunarmörk hér, þessa bláu punkta, til að skilgreina hvenær við erum í uppsveiflu og hvenær við erum í niðursveiflu, þá ég held að þessi framsetning verði ákveðlega hjálpleg í umræðinni þegar við ræðum þessar hlutum þegar framleiða stundir. En með þessari skilgreiningu þá getum við skilgreint hvenær áttu við uppsveifluár samfellt og hvenær áttu við niðursveifluár. Og ég gerði það að reglu hérna við framsetninguna þessu að til dæmis hér, þó að 1 árið eftir niður fara svo aftur upp, þá verður samt hluti af þessu mengi hér. Hérna eru hreiðunarárin, við sjáum það, hvað gerist hér, og þetta er bara ungfuglinn. 7,2 ár, 9,3 ár, 2,2 ár og svo koma samfelld ár frá 2013 og til dagsins í dag, þar sem við erum meir og minna fyrir neðan.
hérna frá því fyrra, gríðarlegt svigrúm til að stækka stofninn. En þó að þessi eini punktur komin inn upp, þá er það tekið þessum frávik. Það er einhverjum að koma 2 samfelld gildi sem ég skipti yfir í uppsveiflu. Og það sem er gott við þessa mynd er að hérna loksins fáum við svolítið statistík á því hvaða svigrúm við höfum til stækkunar og lækkunar hvert og eitt ár. Að jafnaði, þegar við tökum meðaltal til dæmis, en við sjáum það hvað einstakir hlutur er að gerast hér, að afföllunum fyrir neðan þessi mörk, ef við tökum meðaltal hérna þá erum við bara rétt undir. Og þó við höfum haft 7 ár samfellt, 7 samfellt ár tæknilega séð erum við uppsveiflu, þá erum við ekki að ná neinu skoti í stofnstærðinni vegna þess að umpólunarmörkin hér, þau eru bara orðin á lág. Ef við grúppum svo saman þessi hérna, tökum þetta saman í nokkur tímabil, að við sjáum hérna haust 86, eða sérst hérna topp, hámark 86, lágmark 93 og svo koll á kolli. Og tökum þessi gildi, þá sjáum við hvað er svigrúm við höfum haft í aðdragandi uppsveiflu og meðan á niðursveiflu stóð. Og við sjáum hérna hversu þrátt fyrir að við séum með lægri vetraraföll í aðdraganda 2018 hámarks, það sem af er, þó við erum með lægri vetraraföll heldur en í aðdraganda toppsins hérna 86, þá náum við ekki sömu áhrif vegna þess að það hefur dottið niður, þröskuldurinn hefur lækkað. Þannig að sveigrúmið, við förum hægar inn í þennan vöxt. Það sem er einstakt við þetta, við erum að fá upp í 7-8 ár í röð og það má túlka að jafnvel meira í 11 ár sem við erum að fá uppsveiflu í 11 ár. Það fer svolítið eftir hvernig við túlkum þetta myndir í þetta hérna. Ef ég tek þessa punkta og útgefa sem frávik, það er kannski svolítið djaft, en þið skiljið hvað á ég að við erum búin að ganga með langan uppsveiflugalla án þess að sjá það sama og gerðist 86, en ástæðan er sú að mörkin eru neðar, svigrúmið er minna til stækkunar. Og þannig að þetta er svona, myndi ég segja megin niðurstaðan, en ég ætla aðeins að ræða það ekki gleyma því að í þessum tölum hérna fram til lágmarks 2003 að hérna er 25% veiðiaðföll á hverju ári, meira og minna. Inn í þessu 25% veiðarnar er 25% af stærstu hauststofns á hverju ári. Hérna frá 2005 er þetta komin í 10% vegna aðgerða sem við nú mikla eru aftur til að sýna ykkur. Þannig að þetta er svona kannski megin niðurstaða úr þessu verkefni og ætti að vera, við munum ætti að geta hjálpað umræðinu veiðistjórnun þegar framleiða stundir. Áhrif veiða og það er nokkur atriði sem að kannski ber að hafa í huga hérna fyrst og fremst er að við erum búin að gera fullt af tilraunum með fjölda veiðadaga. Þær hafa skilað okkur niðurstöðum sem okkur ber að taka mark á. Það var gerð innleiðing á sölubanni og svo hafa líka átt samfélagsbreytingar og breyttar ástöðum fíknima. Ég man þá tíð þegar foreldrar fóru ekkert með börnum sínum á leiki, fóru ekki erlendis á tónleika. Því nú til dags þá ráðstafum frítíma sem allt öðrum hætti heldur en menn gera í dag. Samfélagslega breytingar líka mikilvæg parametri sem þarf að taka inn í veiðistjórnun og það nánast að við þurfum að taka félagsfræðinga inn í þann vettvang sem fjallar veiðistjórnun. En grínlaust, það fara að gera þetta ansi víða og
fyrir í haust þá var námskeið í þessu adaptive management og ég kann ekki segja frá því, ég var ekki það sjálfur en mér skilst að það var farið svona yfir þessar ýmsu hliðar á sem snýr að veiðistjórnun sem að við þyrftum að fara að taka inn í umræðina. Innleiðing sölubanns, það var líka þetta með sína á næstu glæru hérna að þetta ástandið fyrir aðgerðir, þar sem stækkandi stofni, þá urðu afföllin þessi hér, en síðan eftir aðgerðir, þar sem að dögum var fækkað, það var veiðitíminn við að seinka 2 vikur, það var styttinn sundur veiðitíminn, þannig að forsendur fyrir atvinnuveiði voru opnar engar og við höfum síðan upplifað þetta hér að óháð því hver stofninn stór, óháð því hvað með fjölda daga, ekki gleymum því við gerum fullt af tilraunum með daga, þá eru afföllin 10% og þetta rauninni það markmið sem við þurfum að fara að horfa meira til heldur en fjölda daga. Og ég held að sé nú almennu konsensus það en þó að í fjölmiðlum þá ræðum við, þá gerum við alltaf daga með einhverjum umræðuefni en gleyma því að fjallum það sem kannski raun og veru skiptir máli. Það er að segja í fjölmiðlum. Líka hérna tölur það hvernig menn sækja sjóinn. Þetta gagnasafn frá Skotvís, það var gerð þessi merkileg rannsókn á árunum 79 til 86, Ólafur Karl Pálsson, það var fyrrverandi formaður Skotvís, hann vann úr þessum gögnum og þó að gagnasafni hérna hafa verið ykkur 27 veiðimenn og ekki endilega það sem myndi kalla dagduglega veiðimenn, þetta voru menn sem voru nýbyrjar á veiðum en þetta svona ágætt festni að þeim stundu veiðar. Í dag, hérna samt 1700 veiðimanna sem þetta er veiðikortakerfinu hjá Umhverfisstofnun og sjáum við þegar óháð fjölda daga sem þetta er ástafana þá erum við að fara að jafnaði 4 daga og minna til veiða. Auðvitað er til fullt af undantekningum á þessu en að jafnaði lítur þetta svona út. Síðan ég ætla ekki að dælja lengi við þessa mynd, ég hef nokkað bara að sýna tölurnar frá honum Finna á Sauðárkróki. Þetta er dagsveiðin hjá honum. Hvern dag sem hann fór þá veit hann svona mikið. Þetta er tölur úr Skotvís-safninu og þetta er tölur úr safninu hjá Umhverfisstofnun. Þannig að hérna erum við í dag. Ekki það allir að bera sig saman við Finna, þetta er öflug veiðmaður. En það sem er gaman að sjá hér er að við töluðum topp hérna 86, þannig að hérna er toppur 75, hérna er toppur 65 og hérna er 55. Þannig að sjáum að þetta voru háum söðulega að falla hérna hvernig þetta hefur þróast. En til að ná þessu gríðarlega vexti hér, það er ekkert ólíklegt að hérna hafi nýliðum verið alveg í góðum gír. Auðvitað hafa kannski afföllin líka að spila þarna inn í en á þessum tímapunkti hér var gríðarleg umræða hvað það gera við hvernig það haga veiðum og það er fræg greinargerð frá Finni það að hann bara hart gegn friðum á þessu tíma. Hérna árun undan hafði lengi verið friðað í 3 ár hér á kring 1930 voru 3 ár friðuð og líka í 1920 en þetta er ekki nýjuppfinning. En það var haldið áfram að veiða eins og ekkert í skorist og þetta var niðurstaðan. Það gefur ákveðna vísbendingu það að við erum kannski að ofmeta áhrif veiða og við brutum á þessum 3 ára tímabili sem við vorum að vinna með þessu gögn, þá brutum við lengi heilan það hvernig við varum að meta áhrif veiða og náttúrulega við duttum á kannski svolítið einföldun en samt, hún er ekki galinn. Einföldun felst í því að ef við tökum 10% úr stofninum á hausti, segjum bara í gegnum veiðar, myndi það ekki þýða að þegar við komum fram á vorið að við hefum rýrt varpstofninum 10% líka. Og þetta er svo nálgun sem við beitum hérna og þegar við reiknum okkur
fram og tilbaka með þessu, þá þetta áhrif veiða. Því ég hef ekki tíma til að, ég get sýnt ykkur útreikninga, kannski eftir fyrir þá sem áhuga að hafa, en út af því að það svo gríðarlega afföll í stofninum að við verðum að reikna með því að einhver hlutans hefði hvort fallið óháð veiðum. Og þetta bara til að sýna, við erum með ungfugl, eða eldri fugl hér á hausti, þetta ungfuglinn á hausti, síðan verður afföll af eldri fugli, afföll af ungfugli og við lendum hérna niður. En ef við hefðum ekki veitt og tökum við, það þessi 16.000 sem að við rýrum varpstofnum. Og þetta svona ígildi þess að veiðarnar hafi 1,3–2,9% stig áhrif á heildaraföllin. Þannig að við erum 80% heildaraföll og þetta bara eingöngu þetta heildarstofnin. Ef við erum 80% heildaraföll, segjum það, að þá myndi afföllin vera í uppsveiflu, myndum ekki veiða 77,1 og ef við myndum, það sé uppsveiflu, og ef við myndum ekki veiða í niðursveiflu þá væri það áhrif veiðanna 1,3%. Þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að ræða betur en það má vera einföldun en hún ekki svo galin. Síðan áhrif afræningjana. Ég ætla ekki fjalla mikið þetta, því að fálkadæmi hérna náttúrulega spennandi að skoða, en miðað þessar tölur sem maður sér hér og með fálkan, að ég var eftir að skoða það og örugglega eftir að leita til Óla, hversu mikið fótur fyrir því að þetta drífi sveiflurnar. Að ef við með svipari nálgun getum við reynt að magntaka áhrif fálkans og setja hann inn í módelið inn í þetta svigrúm sem við höfum með nýliðum. Með refinn, ég sé voða lítið merki það að í gögnunum að stækkun stofnsins hafi mikil áhrif á heildaraföllin, allavega miðað þessa gríðarlegu stækkun hér sem sýnt á þessu riti. En það má kannski velta fyrir sig hvað gerist með nýliðuna, að við erum að fá færri unga á sumri og það þarf að skoða það, það þyrfti þetta að fara að rannsaka það hvað í gangi þar. En niðurstaðan sú, og þetta svona síðasta glæran, að ég var ráðbúinn að benda að ég myndi vilja vinna meira með þetta módel hér og reyna að gera sér grein fyrir tala mismuninn í staðan fyrir absolutt stefnu. Þetta því að það sem skiptir máli. Það skiptir máli hvort við stækkum þetta bil eða þrengjum það, en allt hefur áhrif á vöxt stofnsins og til að summa þetta saman að við erum með lægri nýliðun, við erum með lægri nýliðun sem 20% og þetta hefur áhrif á þessi vendimörk. Við erum einstakt ástand þar sem að heildarvetraraföllin hafa verið samfellt í langan tíma undir þessu vendimörkum sem skilgreining á uppsveiflu, en samt ekki ná að skjóta þessu upp vegna lægri nýliðunar. Þetta allt sama hliðin og mismunandi hliðar saman pening. Fjöldi leyfilegra veita hefur engin ára fjöldasóknardaga. Ég vil samt gera fyrirvara við þessa fullyrðingu að ég held hún sé háð því að við seinkum tímabilinu. Ég man þá tíð þegar við byrjum 15. október og það menn veit 50% afnars á fyrstu 10 vikunum. Þannig að þetta hefur eitthvað með það að gera að við vitum alveg hvað gerist þegar þú kemst í hópa og þarfst að eiga einstakar fugla. Veginn dettur bara niður og ég held að þetta hafi svolítið áhrif. Líka það að það búið taka út hvatan fyrir magneðar og útgerð með því að slíta sundur veiðardaganna. Síðan erum við með þennan árangur hér sem við skulum ekki gera lítið úr. Þetta niðurstaðan að þessu breytta veiðifyrirkomulagi og enn og aftur hefur ekkert með daga að gera. Og svo þessi, ef við reiknum með að 10% veiðarföll á hausti, að við erum svolítið núna búin að magntaka þetta hér, þannig að við getum sett þetta svolítið í samhengi við þessa mynd. Það nokkrar áskoranir og ég held að
Náttúrustofnun, Umhverfisstofnun og ráðuneytið, Skotvís og fleiri aðilar, fuglavernd, eru núna í þessari nefndum, samráðsnefndum sjálfbæra veiðar, eru núna að leggja drögin að ýta undir, að byggja upp raunverulega veiðistjórn hér í landi. Umhverfisstofnun þegar byrjaði þessu verkefni, en við teljum hiklaust að við þurfum að fara að ræða, við getum orðað þannig að það sem þegar sé hér í dag þarf að líka taka inn í umræðuna. Við höfum þessu gott framlag inn í umræðuna og alveg fínt grundvöldum til þess að takast á við veiðistjórnunina. Við þurfum að endurskoða stofnstærðarmarkmið því að nýliðun takmarkandi þáttur og við getum ekki nátt ykkur dreif ykkur 2 milljóna stofn meðan nýliðun þessu ástandi. Og það hefur ekkert með afföllun að gera því að þau eru líka bara í sögulegum lágmarki. Síðan er ákvarðanaferlið og muni myndinist tala áðan að við þurfum að einfalda þessa myndir til að þurfa að taka ákvarðanir. Það er svolítið galdurinn í þessu. Við erum ekki hjálpað umræðan með að flækja hana og ég held að þetta þurfa að fara af stað. Þetta staðreynd og við þurfum að fara að skoða þetta betur og við þurfum líka að vera aðeins djarfari að prófa tilgátur sem við sjáum dikta á þessu gögnum. Nú er ég búinn að hluta utaningum eins og fyrirlestri og við þurfum líka að testa, að gera prófanir á þessu tilgátum og það er líka í anda nútíma veiðistjórnar sem heitir Adaptive Management og ég ætla ekki að ekki búrið þetta en það byggir á því að við erum stöðugt að endurskoða leiðirnar sem við notum til að stjórna, stöðugt input eða framlag inn í þessu umræðu og þetta þarf að vera virkt ferli. Það þarf að draga inn þá sem skipta máli og hafa eitthvað að segja og líka það að ég held að Skotvís og skotveiðimenn séu komnir á það stig að við þurfum að levela við fræðimenn í umræðinni þegar snýr á gögnum og úrvinnslu og þessu. Það er bara hreinlega nauðsynlegt til þess að menn geti til höfu orðið samstíga í ákvörðunartöku. Við ætlum að ljúka þessu með smá kvóti frá Aldo Leopold sem guðfræðir veiðistjórnar að við þurfum líka að vera hógvær eða þetta ekki hógvær handbóli í þessari umræðu. Ég búinn að halda hérna einhverju fram en ég þarf líka að opna einhverju öðrum skoðunum og það sama á við aðra sem að koma að þessari vinnu. Þannig að ég ætla að þetta dugi í bílu og ef eitthvað spurningar þá getur við bara hent okkur í þær. Takk fyrir. Takk fyrir. Tíminn er svolítið að hlaupa frá okkur en ég verð nú samt að gefa þetta tækifæri til að hjá okkur. Takk Arne, ég heiti Ólafur Níelsen. Takk þér fyrir fróðlegt erindi. Ég fagnaði náttúrulega að sem flesti sé að skoða þessar gagnaræðir og draga fram þær mynd sem þessu gögn lýsa og vitna bara í Má Formann látum 100 blómstra, látum 100 frjóa hugi binda saman en fókusinn eða kannski sögulega skýringar á því en gögnin sem að því að hann notað miklu leyti koma frá Norðausturlandi, þar hefur mestu verið safnað. Þar er löng hefð fyrir talningum á vori, þar höfum við talið ungar síðsumars og svo framvegis. Þannig að það er eiginlega eini landshlutin þar sem við höfum þessar mælingar á viðkominni síðsumars. Við höfum reyndar frá Suðvesturlandi núna síðustu 15 árin. En allavega aldurshlutföll og veiðitíma en maður ber þau saman eins og þau eru á norðausturhorninu og þessi aldurshlutföll sem við fáum þegar við teljum síðsumars eins og þú sýnir á þessari mynd þessi ferlar falla nokkurn veginn saman þannig lagað séð og þá vaknar þessi spurning sem sagt sýna ef við göngum út frá því að aldurshlutföllin á veiðitíma endurspegli
frjósemina eða frjósemina þeim skilningi að það sé viðkoma ungar yfir sumari. Þetta nokkuð við sami fjöldi eggja sem kvenfuglarnir að verpa. En síðan tökum við þessar stikkpröfur. Við höfum það frá norðausturhorninu í byrjun ágúst og aftur á veiðitíma og þá falla þessi ferlar mjög vel saman. Þannig að miðað við það hvernig lít út, þá getum við gert ráð fyrir því að aldurshlutföllin á veiðitíma endurspegla þá afkomu unganna yfir sumarið. En ef við berum saman skoðum gögn frá öðrum landshlutum, þá fáum við miklu lélegri viðkomu hjá rjúpunni. Ef við skoðum Vesturland eða Austurland, þá eru ferlarnir alltaf fyrir neðan það sem við höfum á norðausturhorninu. Þannig að þar væntanlega, eins og þú vorst að lýsa, þetta svigrúm til aukningar eða hvað þá miklu minna eða sem spurningin snýr þá að þessum mun á landshlutum. Norðausturhornið sem að við alltaf erum með tiltölulega hágildi og svo aðri landshlutar, Suðurland, Vesturland, Vestfirðir, Norðvesturland og Austurland sem yfirleitt eru vel fyrir neðan norðausturhornið. Já. Sko, alltaf almennt ástæður tökum Norðausturland náttúrulega eins og Óli bendir á þarna besta gagnasafnið og það hefur verið eftirspurn eftir því að fara að skoða aðra landshluta og mér er ekki kunnugt hversu gott gagnasafnið þar með þetta hugsanlega að nota til þess að gera sömu nálgun á mismunandi landshluta. Það alveg forseti fyrir því að ræða mismunandi landshluta í veiðistjórnun því að far þessara fugla er ekki mikið. En til að svara spurningunum því þessi mynd hér er eingöngu hugsuð til þess að benda á að ef að unga hlutfalli ákveðar síðsumars og að það sé sama yfir veiðitíma að þá engin umfram afföll þann tíma. Ef við tækjum annað svæði að þá væru, eins og við ætlum að benda á, að þá væri þessi flótaferill hér skemmtilegur orðaleikur, þá myndi hann vera lægri, ekki satt. En til þess að halda fullyrðingun áfram fyrir önnur landsvæði þá þyrftu að vita hver unga framleiðslan þá síðsumars. Og ef þessi ferlar falla saman, þá stendur fullyrðingin fyrir önnur svæði líka. En það er rétt, sko, ég myndi halda þessum ferli hér fyrir Norðausturland og hendi inn öðrum unga hlutfallsferli fyrir annan landshluta, þá væri það með neðan, sko. En ég held að spurningin hafi verið sú, sko, hvað mikil áhrif þetta hefur mismunandi landshluta. Ég held að við þurfum þá að fara að skoða aðra landshluta með svipuðum mótunum. Komið sæl, Einar Þorleifsson, takk fyrir fyrirlesturinn. Þetta er í einu samvæti að nefndi nú með breyta yngu þá maður myndi veiða fyrir á höstin og síðan afföllinu væri bara svona jöfn yfir allan veturinn og fram á vor. Svona jafnvel sagður held ég að hvort það getur verið tengst alltaf milli við veðurfar, snjóalög eða svoleiðis og hvort það vært að bera skögg saman við afkomu jökla til dæmis. Þú veit maður að jöklar vaksa ekkert endilega mest þegar þeir kaldast. Þeir sem vaksa mest eru mest úrkomu af snjó, þannig að það þurfi ekkert endilega vera óskaplega kvölda þegar þeir eru mikill snjó. Og svona hvort það ætti að bera þess gögn saman og eins sko er í Evrópu þá eru til þess að allir orðafuglar meira með að vera niðurleið lengi og hvernig þetta lítur út í samanburði við Norðurlandi. Já, nú vil ég taka fram að ég ekki skoðað alla þætti sko tengt þessu, þetta er fyrst og fremst ákveðið sjónarhorn. En það er rétt að veðurfar menn hafa vilja tengja þetta við annars vegar afföllin yfir veturinn og hins vegar yfir sumarafföllin, hvort að það getur verið skýring á lægri nýliðum eða lægri viðkomu.
við höfum alltaf búið upp og niður sumur og gríðarlega afföll einstök sumur. En hér erum við að tala um langt tímabil, alveg frá 2005, þar sem að örfáum undantekningum við erum að fá 20% lægri viðkomu. Og það hlýtur að vera miklu meiri en tilviljun. Það hlýtur að vera einhver kerfislæg skýring á því. En að því við höfum búið þetta gegnum tíðina að eitt og eitt sumar getur verið svo óheppilegt fyrir stofninn. En þetta virðist vera samfellt. Þannig að ég held að það hafi ekki með, já, hugsanlega, ég skal ekki útloka, en þessi veðurvingill og þú nefndir við mig bara síðan í dag eða í gær að hvort það væri ástæða til að skoða veðri í kringum þessi mismunandi ungahlutföll. Ég held sem bara mjög áhugaður vingill og sérstaklega sem ég held að við höfum alveg ágætis aðgang að veður upplýsingum. Mér vitandi hefur það einu sinni verið gert af Óla að skoða veðurfaktor, en ég ekki stúdera það sérstaklega. Það minnst á það í 99 skýrslunni eða 2004 skýrslunni. Getur það ekki verið róleg? Jú. Eitthvað sem brennur á einhverjum árum við hættum? Kannski sem taka bara aftur hann en hérna eins og ítrekkað áður þessi gögn og hvaða vingill eða hvaða hluti af þessu gagnasefni opið fyrir til að skoða en ég held að nokkuð vissum það að sumarið og haustið mjög mikilvægur tími í lífi rjúpunnar. Við höfum síðustu 12 ár gert mælingar á heilbrigði fuglanna eða líkamsástandið í lok sumars og þeir ferlar sem við drögum upp sem að endurspegla holdafar fuglanna eða hreisti þeirra og ólíkir ferlar sem þeir sýna meira og minna sömu myndina. Það eitthvað sem að fuglarnir, bæði ungarnir og fullorðnu fuglarnir upplifa yfir sumarið og haustdagana sem endurspeglar síðan afkomu þeirra yfir veturinn. Lífslíku þeirra yfir veturinn eftir. Það hvort þessi veður fæðan eða einhverjar hremmingar sem það er lent í við að horfa á tegundasískinni sín drepin af afræningjum. Það eitthvað sem gerist í lífið þeirra þessar mánuði yfir sumarið og haustið sem hefur áhrif á lífslíku þeirra yfir veturinn. Og horfið bara á þessar miklu sveiflur þarna í fjólubláa ferlinum. Takk fyrir. Kannski aðeins að bæta við þetta því að út frá veiðistjórnunar pælingum að ef þetta reynist rétt og það er sterkar vísbendingar um að þetta sé svona að þá væri möguleiki að strax í október gefið að kröpningin hafi á sér stað mjög hratt að það er hægt að sjá fyrir hvað er að gerast hér og hugsanlega út frá því að meta hvernig að hafa veiðitíma til að stýra þessu svigrúmi milli. Við vitum þá fyrirfram hvernig hvar þessi punktur lendir og ef hann lendir hér þá hefur við mikið svigrúm og ef hann lendir hér þá hefur við minna svigrúm. Þannig að það er ákveðin svona bara gott dæmi um það hvernig sömu upplýsingar eða sömu gögn hús annað gagnasafn sem Óli var að benda á þetta keyrt saman hvað við getum dregið upp með áhugaverða mynd og ef hún reynist sönn að þá getum við nýtt okkur hana til veðurstjórnunar og við þurfum bara að vera duglegri við að leita uppi slík tækifæri. Þú má þín eina loka stutta spurningu. Ég heiti Einar Haraldsson og er í stjórn Skotins eins og oft. Arfinn var til að fara alveg allra fyrstu glæruna, alveg sem byrjaði að kynna hugmyndir sem sagt ykkur skemmtileg, já, nákvæmlega þessi. Þetta gengur semst út á það að menn er að safna data og síðan kemur ykkur þekkingur sem verður til úr því. Og eins og Arna hefur að nota þessi gagnasöfn þá er gríðarlega mikilvægt að þessi gagnasöfn séu opin þannig að menn getur komist að þessari sameiginlegu niðurstöðu þannig að þetta sé gegnsætt og opið. Og það þarf líka að vera rosalega mikið traust milli þeirra sem er að búa til data, þess að er að skaffa gögnin, bæði með að skilja veiðitölum, eða skilja vængjum eða hvað er að gera. Það er eiginlega svolítið lykilatriði að þessi gögn séu svolítið
opin og gagnsæ þannig að allir hafi aðgang að öllum gögnum til þess að bara tryggja að menn haldi áfram að búa til svona flott gagnasöfn hvernig sem verður svo núna. Og ég held að það var til þess formættilegt. Hefur fengið þá aðgang að gagnasöfn líka fyrir hinn hluta landsins, valdur þú sjálfur að taka það sem voru sterkustu söfnin eða er einhver takmark á aðgengi að gögnum? Nei, ég hef ekki upplifað það. Ég valdi sjálfur Norðausturland af þeirri ástæðu að það er kannski sterkasta, kannski alveg þeirri ástæðu að ráðgjöfin hefur lengi vel miðast við það sem gerist á Norðausturlandi. Þannig að það var augljós tenging við að auðvitað ákvörðun að takmarka við það. Fyrir það aðrar landshlutar er með veikar þetta gagnasafn, en krafan er að vera sterkari að skoða önnur gagnasafn, til dæmis Suðvesturlandinu sem þá kannski næst besta gagnasafnið. Það er mjög áhugavert að skoða, en ég vil taka fram að þetta er gríðarleg vinna í þessu. Ég að framleiða lyf stærsta hluta dags, en þetta er hins vegar mjög áhugavert og við höfum lengi óskað eftir því að fá meiri aðstoð, bæði opinbera aðstoð, þar sem við getum greitt fyrir þessa vinnu, þá á okkar forsendum og bara almennt félagsmenn sem að hafa áhuga á að vinna að þessu. Ég tel mig sjálfan hafa sértæka þekkingu, þannig ég falli undir þennan knowledge ramma, en það getur líka verið fullt af fólki þarna úti sem hefur aðra sýn á þetta viðfangsefni og getur nýtt sér gögnin til að fjalla aðra hliðarmálum. Ég vil bara leggja áherslu á það að til að ná árangri að það er allt í lagi að það séu myndir sjónarmið, það er eiginlega bara hollt. Sameiginlegur skilningur þýðir ekki endilega allir séu sammála. Það þýðir að menn viti út hvaða sjónarmið er að koma framfæri og þessu vettvangi þar sem mynda þennan sameiginlega skilning að það séu bara heilbrigð umræða það hverjir eru forsendur fyrir túlkunum. Þannig að ég held að við bara svara spurningunni beint. Ég átti mjög góðu samstarfi við Ólaf að aðgang á gögnum. Það er meira sér verið þannig að hann hefur ótað með gögnum og við höfum átt mörg samtöli. Ég vil líka taka fram að við Estetildan sem við höfum að vinna á svipuðum nótum með refagögn. Það er talsvert mikið af refagögnum til og við höfum skynjað það að það er líka tækifæri til þess að draga út inn þessa myndum, til dæmis með að nota aðferðir hermunnar, simuleringar með þessi gögn og þannig að og líka með lunda, þar er þetta gríðarlega mikið af gögnum en allt einhvern tíma frá félagsmönnum en ég held að þetta sé eina leiðin þegar fram í sækir er að skotveiðimenn blandi sér inn í umræðuna og eiga að gera því að þetta er mikilvægt sjónarmið og ekki bara vegna þess að við viljum fá okkur í matinn, þetta er líka áhrif á lífríkinu og við getum komið þarna inn með ákveðin sjónarmið sem aðrir ekki færir að veita. Þannig að mín skoðun er sú að þau gögn sem við eigum rjúpuna, þessu gögn sem við eigum refinn, þau gögn sem við eigum lundan, það er miklu meira upplýsingagildi í þessum gögnum heldur en að gera sér grein fyrir. Þannig að þetta er þess að ég vil oft vilja lýsa þessu að gögnin þetta er bara svo litir en svo koma listamennirnir og draga upp inn þessa myndir og maður getur litið þessu hver sínum augum. En það mun bara hjálpa umræðinni en það þarf að vera þessi vettvangur þar sem menn skiptast á skoðunum og með heilbrigðum hætti. Ég hef séð fleiri hendur á lofti en ég verð því miður að láta staðnuminn núna en setja ykkur endilega í samband við Árni en þau viljið vera eitthvað frekar við hann. En ég þakka þér kærlega fyrir erindið og ykkur fyrir komuna en áður við farið og við vekja athygli á næsta erindi.